Hvar sofandi? Nei, hann er ekki sofandi. En í símanum? Nei, þau eru að kíkja á testamentið. Ó, já. Jæja. Hvað eru margir hérna sem hún tekur upp með þér? 8 eða ekki. Það eru 5 frá þér. Og 3 frá mér. Já. Þú átt að koma með mér út. Núna? Já. Þú þekkir þetta allt, sko. Nei, ég er nefnilega ekki klárað í halvu höllu. Þú ég kunnur þetta ekki, hvað er? Þú kunnur þetta á þetta. Ekki svolítið eðla. Þetta er flott, elskar minn. Viltu vettlinga? Já, Já, hvað eru vettlingar með? Þeir eru í bílnum hjá mér. Það er hérna. Þetta er svona stað. Kólnar snöggt núna, hérna eru vettlingarnir mínu. Hér er 4 núna. 4 frá okkur, já. Það eru nýrarnar þessar gráu. Og brúnamirinn. Já. Og perla. Herðu. Þetta er flott, Linur! Strákar, eru þið með múla einhverja? Ekki rekka það upp á það? Ég veit ekki, þetta er náttúrulega damdir klárar, sko. Jú, það eru múlar einhvern veginn. Múlar í framsötu. Við erum bara að sortera hrossin okkar. Aðalega að koma fólöldsmerunum heim og fylgfullmerunum og koma þeim úr kjör. Og taka sláturhrossinn sem eiga að fara í sláturhús í vikunni. Núna erum við bara að fækka hrossunum, sem sagt. Og mörg hross, maður kemst ekki yfir þetta með vinnunni sinni. Hreinlega. Það er bara fóðurkostnaður og gífurlegur. Áburðarkostnaður og allt, spænir og annað sem menn þurfa svona í venjuleg hesthús. Business is blooming in Búðardalur. On the west coast of Iceland, inhabitants of 790, people are enjoying their time on this insignificant place on the planet. It is a romantic country atmosphere. The women take together the hay, the men drive the machines. The lambs are healthy and fresh. Farmers take joy working at the local slaughterhouse. There is work and use for everyone. Everybody works together in a true country spirit. The future is bright for the locals of Búðardalur. Þetta er sem sagt Chopin. Hann sagði mér þetta líka, hann sjálfur, hann Gústi. Heyrðu, varstu búinn að sjá myndir á hann Lótusi mínu? Nei. Jæja, Bjarni Hermansson. Hvað er ekkert að gera hjá ykkur eða? Er þið svo bara einn vettlingur svona? Já, það er komið einhendur í vinnu. Þú varst nú hérna, Bjarni. Þú var ekki unni hérna lengi? Ég var hérna í 15 ár. Er það ekki? Alveg fastur. 15 ár fastur? Já, Innan þú tökum aður? Nei, Allt læst. Það er allt rústið hérna, Bjarni. Þetta væri nú gott í hefaslátturinn maður. En hvenær haldið þetta hús verið notað aftur? Þetta er, við erum að fara í málverkasýningu hérna. Nei. Hvað eru margir skrokkar hangandi á línunni, Bjarni, þegar það er hérna? 100 skrokkar? Ég held að sé hálftíma að fara hérna í gegn. Og þá voru að drepa 1200 á dag? 12 til 1400. Já. Ég var að segja þér í gær hvað Eyjólfur Áskarði sagði á Nýja-Sjálandi. Nei, hvað? Já. Það verið 30.000 drepið á dag. Já. Sama væri hér yfir haustið. Já, þeir eru með márana, sko. Þeir geta notað márana, þeir eru svo duglegir. Er langt síðan það eru komið hérna? Sjáðu, það kemur hérna. Hérna kemur kindir, hér. Kemur hérna. Förum við hérna. Hér. Svo er hann hengt hér upp á framlöpunum.
Svo að þeir búið að flá hérna bringuna, þá er hún skorið niður hérna aftur. Hangið hérna áfram. Það var eitthvað 100 milljónir í þetta hús og ekki slátrað því. Það er nú alveg svakalegt. Það var slátrað hérna á hverju ári, það var reist þetta hús, en það var ekki rök fyrir að reka það. Já. Þú hefur aldrei, ertu ókvæntur enn sem kom þér? Þú ert ókvæntur enn sem kom þér, þú hefur aldrei gift? Já, nei, aldrei. Aldrei gifti? Aldrei fundið réttu konuna? Nei, það er málið. Já. Það er hann svo fjandi styrður að labba. Þetta er systir mín og þetta er nú ég sjálfur og svo var þetta vinur minn sem er hérna líka með myndinni. Þarna, ég var 18 ára þegar þessi mynd var tekin. Ég vildi nú vera sem lengst ég get hérna verið hérna sko. Ég er nú fæddur upp hann hérna sko og þetta er í blóðinu. Það er því maður eru fæddir upp alveg á staðnum að þeir vilja ekki flytja það. Og hann er búinn að vera yfir 200 ár í sömu ættinni sko. Maður er konum eftirlaun sko. Ellir lífeyrir sko. En maður verður samt að halda vel á sko, auð ekki sem maður segir í óþarfa. Það fór hérna áður fyrr mikið í kirkju sko. Mamma vildi alltaf færa minnst að kosti alltaf ekkur af heimilinu messa var. Ég er nú ekki að hafa gleraugu á rúmið. Menn eru nú bara vitilegir með gleraugu, skal ég segja þér. Nei, það er þetta ekki. Ég er sauðfjárbóndi á 500 rollur og ég held ég eitthvað í kringum 10 hross. Ég fæddur á sunnudaginn 1. 23. apríl, sama dag á Halldór Laxness. Hérna er ég borgað sko 105.000 krónur í heild af hérna japanska, japanska yen. Getur þú sett vagninn á þennan dráttarina? Þetta er skrifstofan hérna. Hérna er skrifstofan. Jú, þessi nú meira draslættur en Jólasveins. Skuggi, komdu! Komdu! Ég ætla að gá að þetta bíllinn var í gangi hjá mér. Það vil ekki í gang. En sjá þeir riðið á járninu. Heldur að byrja hérna á Fjárssonum eða maður ætti nú hefði efni á málingu. Örugglega milljón að mála þetta. Þetta er Scania. Þetta er eina fjárfestingi sem ég hef fjárfest í núna síðastliðin 3 ár. Fyrir búið. Keyra sauðfé, keyra úr réttum og keyra kindurnar í sláturhús. Og keyra féð mitt á fjall. Hefur nóg að gera? Nýturðu trygginn? Allt og lítið. Ég held að fá að keyra meira slátursliðshafa. Í fyrsta lagi hættur að slátra hér í Búðardal og svo er bara sauðfé fækk í landinu. Ég ætla að byrja að gjöra svo vel og veiða til minkur allan yfir. Og það er minkur að drepa endurna mínu. Það er búin að drepa bara 8 endur hérna. Fullt af þeim. Það voru hérna að verpa bara heil mikið í verð. Svo kom þetta helvita allt í einu. Segir svo já. Komdu sæl. Minkurinn heldur áfram að drepa endurna hjá mér. Ég fer að koma með þér út aftur til þín. Það var ein dauðun í sal, ég setti það bara út. Ég þarf að fara að ná í það bráðum.
Ég fékk hjartaáfall fyrir 3 árum. Af því hætti ég að vera í atesti út. Já, ég var bara í heilt ár með mig. Þú voru sko fegnar. Komast út. Hún vel fylgfull þessi. Alli, þú setur ekki jafn á hérna á morgun. Þetta er allan daginn að skafa þetta helviti. Og Hermann sonur minn og Pétur hálfbróður minn. Þetta er Steini bróður, Halli frændi og Hjalti Hólum, Kransveit. Það er bara alltaf svona svipað. Það hlakkaði til jólana hérna í Kanada, það var alveg hægt að hlakka til núna. Þetta er bara þróttur. Bændum hlakkar aldrei til áramótanna orðið sko. Launin er svo lítil og lélega, þeir eiga ekkert á peningum. Þú veist það. Það er bara að reyna að núlla sig fyrir áramótin. Svo ef við erum að steypa og svona, þá bara kemur fólk sem vill koma og hjálpa að steypa. Það kemur bara og allir eru bara glæðir á hana, drekka bjór og brunni og svona. Ég sá í sjónvarpinu í sumar þegar foreldrarnir voru farin að borga fyrir það þegar þeir fara heima krakkarnir þegar þeir eru 35 ára. Já, ég er orðinn 50 og ég hef ekkert borgað enn. Jó, keppnarúta. Ég er með 2 hinda hvíta og 1 mislítan. Ég er að gáka að þeir eru góðir. Ég bý nú eiginlega einn með móður minni, svo á ég 2 stráka. Og hvað ætlarðu síðan að gera þegar þú ert orðinn stór? Ég örugglega taka við að pappa. Hér er þjóð á feigðarflani, flestu valdadrukknir janka, leika sér á lágu plani, landeyður með spillta þanka. Steini rétt á endan. Og hann er búinn, já, og næstan. Ég sé þau. Nei, þú ert orðinn aðal töffarinn. Þú ert töffarinn. Hlustaðir ekkert á þig. Ertu að hoppa? Danni mig, komdu. Ég er náttúrulega vinn í grunnskólanum í Búðardal. Er í kennaranámi við Kennaraháskóla Íslands. Er svo héraðslögreglumaður í lögreglu Borgarfjarðar og Dala. Hestaíþróttadómari og fer þó nokkuð á vorin og sumrin og dæmi hingað og þangað. Náttúrulega forréttinda að geta búið út í sveit bara út af áhugamálinu sínu, sko. Þetta er ekki ódýrasta hobby í veröldinni, sko. Að vera með hross. Auðvitað dreymir mann að eignast hinn fullkomna gæðing sem verður náttúrulega aldrei. Þannig lagað sé. Er allir mættir? Já. Komið inn. Nei, ég veit það, hún er ekkert hérna. Megum við ná í það? Vertu rólegur.
Já, sæll. Halló, góðan daginn. Hvað segir þú gott? Já. Við reynum svona, höfum nú yfirleitt svona samband daglega. Við kallinn, sko. Þetta er náttúrulega algjör forréttindi fyrir okkur að, eins og fyrir mig, bara alast upp með Munda, sko. Það hefur gjörbreytt manni örugglega. Og náttúrulega hafsjór af fróðleik og sögu. Jæja, það hefur þá ekkert fyrirtæki farið á hausinn í dag. Ekki sem maður er búinn að heyra, sko. Í kreppunni. Já, ég held nú að kreppan hún er nú ekki byrjuð eins og hún verður. Nei, ætli það. Hún skárra að vera í sveitinni heldur en í sódómunni. Í sveitinni, sko, það sveltur enginn, sko. Nei. Þá eftir að aukast atvinnuleysi núna. Þegar fyrirtækin stoppa. Já. Ég drefst ekki saman í Búðardal. Er það ekki farið að minnka atvinnan? Ég veit það ekki. Hefur ekki fækkað í mjólkurstöðin eitthvað? Heldur nú verið ekki flutt bara verið lokað hérna í Búðardal? Sko nú on ekki. Þá getum við nú gleymt hérna Búðardal bara. Já, ég er ansi hræddur það, sko. Við erum nú heppin alltaf með læknana. Það verið ágætir læknar hérna hjá okkur. Já. Ljómandi góðir alveg. Já. Alveg ljómandi góðir. Er þetta eitthvað sem þið langaði að gera? Nei, ég er ekki einn af þessum börnum sem dreymdum að verða lögreglumaður þegar ég var stór, sko. Langt frá því. Þetta er hvað? Já, allt annað. Þú veist, bóndi, hestamaður. Það er svona, ég man ekki eftir neinu öðru. Nokkurn veginn alla mína ævi. Allavega allt annað en lögreglumaður og kennari, sko. Einhvern veginn fyrir 10 árum síðan þá hefði ég, sko, ef þú hefur sagt mér að eftir 10 ár þá ætti ég eftir að vera kennari og lögreglumaður, þá hefði ég bara hlegið þér, sko. Og fíblið þetta maður. Ég. Jæja. Nú var það að hóma smá kaffisúpa og svo er ég fann út. Veistu, djöfull, ég er svo latur að... Þetta heitir geldingatöng. Það gelda hrútamenn. Hún er svolítið ljót þessu húra. Æ, það er helvítis bleiti í henni. Hún er... Ég býstu, ég fann ekki. Hélt hún væri betri. Gef kálvónum hann eða hestónum. Og hann hefur alltaf kvartað með að vera slæmur í bakinu. Sumir eru svo rægir að fara til lækni, sko. Þau eru svo vestir. Já, ég veit að pabbi svaraði. Það var alveg erfitt fyrir hann þegar hann veitti svona mikið. En svo var hann skorinn upp, en hann var alltaf á sjúkrahúsi eftir það. Frá í síðustu nóvember og fram í... Það var krabbinn komin út allt. Það mátti hvergi hægt að koma í. Já. Þau sátt oft saman hér í eldhúsinu, töluðu saman á kvöldin. Já, unnu mikið saman. Hann dó aðfangadag í jólum.
Blessa Pöllur. Sæll. Viltu taka við erlendu lánunum mínum í Landsbankanum? Þeir skulda 35 milljónir. Heldur að borgi sig verið með að taka 10 milljónir krónar lán og stækka fjárhús sinn. Hvað vill alltaf það fara upp í? Hvað ætlar það upp í margfjö? Ég er ekki búinn að reikna út svona 700, eiga þá 1000 lömb. Ein rúlla er á lamb? Já. Ha. Þetta er náttúrulega 2000 kall á hvert lamb. Bara heiðunni, bara ábrúðum. Þá áttu þú olíuna. Það myndi engi vilja lána þér næstu 10 milljónum Björn til stækkunarinnar. En það fer eitt lamb í kostnað eftir hverja kind. Já, og fjárfestingun og kostnað og það. Ég get ekki séð þetta. Nei. Það ert ekki að hafa miklu meira útrúið að vera bara laust. Þú ert með þennan bíl og vera frekar laus við og geta haft tekjur á hann. Jú, og líka bara að fara eitthvað í vinnu. Eins og, ég segi það eins og staðinni. Þú getur alltaf gert þetta á haustinni hjá KS, eða ekki? Já. Jú, eitthvað. Já, en Stefán kaupir ekki mokkan, sástu í haust í mokkanum. Sláturleyfishafar og kjötvinnslu vildu hækka kjötið 20%. Já. Og hvað heldur að eða þeir hafa fengið 20% og við fengum bara 9%. Ég heldur alltaf að allir séu sín lág. Já, það er bara satt. Hún átti ekki að vera svona fullorðin strax en hún stalst í meðali sem var gefinni þessi sem klónaði hana. Hún er á lífi? Já, hún er á lífi. Hinn kallinn sem klónaði hana, hann var ábyggilega hringt og sagt landhelgisgæslunni að segja það var búið að finna flugvélina. Hún reynir svo að fá hann til þess að fara með sér aftur og til þess að koma að staði hvar þau séu, finna þau. Mamma, við erum ekki svangir og það er ekki að gefa okkur að éta neitt. Já, ég held að til dæmis þorrablóð séu mjög svona sérstakar samkomur, mörgu leyti. Þorrablóð eru mjög stóru viðburður hérna í sveitunum. Þetta er svona ástæða sem fólk sér til þess að koma og skemmta sig saman og hitta fólk sem það sér ekki á hverjum degi. Það er náttúrulega mjög spes að dressa sig upp í sitt fínasta púss og með slífsopindi og konurnar í sína fínustu kjóla og koma svo kjagandi inn með bónusbókana fulla brennivíni, sko. Það er náttúrulega mjög sérstætt. Hvað? Allar er bara einn á kvöldið? Já, þetta er skemmtikvöld. Nú er það? Já. Svo sá ég að Skjöldur á mættur Skjöldur Orri, og það var ákveðlega ánægilegt líka því að ég held kannski að hann yrði á vakt. Þannig að það lendi líklega á, hann sagði að Jói var á vakt, það lendi líklega á Jói að smala hrósunum frá hamröndum í kvöld. Þannig að það er mikið í gangu. Skjöldur, það má koma aftur. Nei. Og við sjáum kannski enga ástæðu til þess að vera kaupa okkur skemmtaatriði. Við getum alveg, og við allavega teljum okkur vera það skemmtilega við getum haft ofana fyrir okkur sjálf. Svo er náttúrulega annar að dæma hvort það er rétt eða ekki, sko. Vi lever i själva,
margt af þessum bændum sækja vinnu eitthvert annað með búin. Því að búið gefur ekkert af sér. Menn hafa aldrei haft mikið upp úr því að vera bændur. Áburðarverð mjög hátt, rafmagnsverð mjög hátt, olía hefur hækkað alveg gífurlega meðan afurðaverðið bara stendur í stað. Ef við sættum okkur við að lifa eins og við lifðum fyrir 60 árum síðan, þá væri það alveg hægt. Það var náttúrulega bara sjálfsþurftarbúskapur í gamla daga. Þetta er fyrirtæki í dag. Auðvitað hefur maður áhyggjur af öllum andskotanum. Ég meina það þýðir ekkert að leggjast í eitthvað þunglyndi. Og svo náttúrulega stærsti hlutinn er bara samvinnan við hrossin. Hestaferðir á sumrin og vera út í náttúrunni. Geta verið einhvers staðar upp á fjöllum þar sem engin sími er og ekkert fólk. Og það er ekkert sem minnir þig á nútímann. Þú ert bara út í veröldinni, út í náttúrunni með hrossunum. Það sem gefur lífinu gildi, hreinlega. En áður þegar kreppan var þá var ekki hægt að fá vinnu utan heimilis frekar en gull hún var ekki til. Fyrsta vinna sem ég fékk utan heimilis þá voru meðvirkisgirðingar og kaupið, það var ekki, þetta er nú lítið hjólegt núna. Þá var allt unnið með höndunum, bæði slegið með orðum og rakað með hrífum. Þá var ekki rafmagn komið. Það kom ég held ég var rétt með það 1965. Og hvað áhrif hafði það alveg strax? Það hafði gífurlega áhrif alveg. Það verður eiginlega ekkert skammdegi verið síðan. Við skulum sjá, þú nærðu upp í þessu hús, þetta hús. Já, þetta er Vestur-Íslendingarnir, Og þetta er mynd af Valdimar Björnssyni. Hann er sjóliðsforingi hérna. Mammas var hér frá Húli. Hvað heldur að þetta teppi sé gammalt? Langamma mín hóf þetta. Ég sé þetta nú ekki vera þennan að hafa gleraugu á. Árið 1870, já. Finnst þér eins og þarna fólki sem að þú þekktir árum áður fyrir 50-60 árum fannst þér að vera annar karakter? Já, mér fannst vera eiginlega léttar yfir öllu, Fólk skemmti sér mjög vel þó það væri efnalaust alveg sem maður segir. Það voru haldnar samkoma böll. Það var króna inn á ballið. Og hvað, var hljómsveit? Nei, þótti mjög gott að það var ein harmonikka. Þeir farið að koma vissan radíus frá þéttbýlinu. Þá er eins og það sé meiri möguleikar að fara í eyði. Og kaupa ríki kallar í Reykjavík. Hér er enginn. Bara blóm í gluggum og enginn maður. Hérna, leysingarstaður, hún er í eyði. Hún er búin að vera 35-40 ári, 35 örugglega í eyði. Það er lögfræðingar sem eiga það. Jú, sé bara svipum húsin heima. Heldur þessi ekki svakalt að þessi ekki nokkur skyndi í svona fínum húsum? Það er nú mikið af lögfræðingum og svoleiðis stótið sem á þetta. Þeir hafa tekjurnar til þess að geta fjármagnað þetta. Þetta er yfirdrifið, þetta er alveg opboð að landi hérna, alveg opboð. Nei, það var stefna hjá
hærri mönnum að það átti allir að fara bara til Reykjavíkur og kaupa íbúðir þar og vera þar. En hvað aldrei sé mörg ár síðan verið sett kind hér inn. Þessar kjaftasamkund Alþingi, það virkar ekki í óbreyttri mynd. Það er bara sífellt að segja það. Þjóðin þarf að hafa þá skynsemi að kjósa sér frelsi undan þessu rugli sem er hérna í gangi. Það verður að fá fulltrúa á Alþingi. Ég þarf að fara að koma mér inn eftir. Það er að fara að kjósa? Það var þinghús sem að hreppur átti sko og það var kosið alltaf í því. Ég keyrði fyrir þá í nokkur ár sko á kjörstaði. Það var ekki um einn bíll í hverjum hrepp. Förum og kjósum. Með skilríki með þér? Já, ég er með skilríkin, en þarf ég þess? Er það ekki alltaf þannig? Það þarf ekki í Búðardal. Já. Ég maður það nú, þegar ég var nú að keyra ykkur sko. Ég keyri fyrir að koma á það. Já, var það, já. Jú, Já. það var eitthvað með því sko. Já. Góðan daginn. Blessaður Guðmundur. Blessaður og sæll. Ég er hérna, já, og þú hérna líka? Jæja. Var það búið? Já, ég var ekki lengi að hugsa mig um. En við erum búin að ákveða þig. Ég tók frosinn á leiðinu á pallbakkann og hangið niður fjárhúsum. Hvað er ekkert yfir kaffið föðinum að það? Jó, settum stein yfir hann. Já, hann kemur síður. Hérna er leiðið að gamla. Já, við vorum saman með búskap. Ég og pabbi. Ég var aldrei sammála að vera með blandað bú. Aldrei nokkuð tíðan. Maður er náttúrulega, ég finn mig í gegnum tíðina, maður er aldrei þekkt að hafa allt sem flott og fínt og allt svo leiðislega. Eins og sumir hafa. Eins og þeir sem hafa nóga pening og svona og hafa þurft lítið að hafa fyrir lífinu. Maður er aldrei þekkt það. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi farið með þetta saman. Hvar er allir peningarnir? Út á Jómfrúarey? Út í hafi? Geymdin eins og, þetta er eins og í leiðarljósi bara. Þessi hérna var djöfull góður að setja. Það dökta eitthvað? Það er engin hjartsláttur í því. Steindautt. Ég þarf nefnilega að gá á því hvort það sé annað í henni. Nú, hún er með hitt hérna. Það er 73 á þessum. Bíddu, rólegur aðeins. Á ég að halda einhvers staðar?
Hjalti, ég var að taka inn á hún hérna í mörg ár í sláturhúsinu. Jú. Það líki verið svona 30 ár. Veist hvernig landið liggur henni? Ég hef aldrei tekið það svona á hlið, ég hef aldrei tekið framan á þeim. Það er þægilega að koma staðið hann ekki. Ekki er það alveg döðið, það sprinkla alveg eins og líka. Sko, nú opnar leið. Hvað hopnaði þessu en það átti að vera? Nú eru steinar líka við. Nei, það er lifandi. Það sýnir að vera vel lifandi. Hvað er þetta sem hún sprautar í? Það er smótefni gegn steiningunni. Já. Þetta er það stórt. Það hrútur líka, djöfull. 2 hrútar, engin gimbur. Það er ekki að minna líf hér. Það dættir svolítið. Já, það er alltaf þessi litur á því. Það er blökku í augunum. Heyrðu, Steinar, viltu ekki taka lampið bara? En hann ætti að vera döður. Já. Bróðir hans dó. Nei, hann er að ná í réttina. Hann fór í rétt í morgun. Og ég líka, í aðra rétt. Já, svo er hann að koma með það tilbaka. Móttu með fleiri. Ekki þoka hérna á milli. Nei. Ekki neitt alltaf að vera hér. Erum við tóni? Þú komst í hlaðið á hvítum hesti, þú komst með von í augum þér. Ég söng og fagnaði góðum gesti og gaf þér hjartað í brjósti mér. Ég söng og fagnaði góðum gesti og gaf þér hjartað í brjósti mér. Ég heyri álega óvægandi, ég horfi larg á eftir þér og bjart er alltaf besta vinin og blítt er
löngu búin að panta fyrir þessi lömb. Okkur ekki það veist, ég veit að gefa betra afræðara. Þeir eru að langmestu peningana. Þannig að það borgar sig að ræsa þennan, keyra 8-3 tíma og tilbaka aftur. Já. Og þakka þér fyrir. Ég ætla að ganga út í geti fengið felda niður eitthvað dráttarvexti. Ég ætla að greiða á morgun. Eða í dag, það getur verið. Ég veit ekki hvort að peningurinn kemur inn í dag. Ég hef með bláða penna, já. Ég er með gíróseðilinn hérna fyrir fram mig. En hvað ætlar að gera dráttarvextina? Leggja þessa hérna upp að inn á það. Þessa hérna. Já. En þú mátt ekki setja hérna korti í gegna því það er eitthvað 300.000 dráttarvexti sem þeir ætluðu að lækka á með dráttarvextina. Það er ekki komið inn á bókina, það Skaupfélag Skagfirðinga ætlaði að leggja inn hjá mér. Já, ætlaði að leggja í dag. Hvað segirðu? Þeir voru að fletti upp á stöðinni. Já, ertu búinn að láta eitthvað? Af lömbum? Já. Já, ég er búinn að láta 200 lömb úr Sauðárkrók. Ég ætlaði að láta fella bara út þarna yfir dráttinn. Já, segirðu. Það er alltaf þessi, sko, Já, alveg fyrir honum eða ekki, jú. Jú, hvenær kom inn á þetta? Spurning hvort þau eigi fyrir vöxtónu sem komið næstu mánuðum út. Þegar þá er þessi einstaklega atburður að gerast. Hvað? Heimildin er á 0 hjá þér, ég er búinn að þessu. Fínt. Þeir eru ekki grundvöldið fyrir búin eins og hjá manni sem er búin að vera í þessum kannski 35 ár, þá er kannski ekki grundvöldið fyrir aðrum að taka við því. Því ég held áfram með ég fer ekki á hausinn, eða ég fer á hausinn, þá fer ég bara á hausinn. Já, ég kynntist honum bara að Skjöldur og hann voru miklu vinnir eða kynntist fljótlega. Svo var þetta bara gaman að koma á hóli, mammas var þá á lífi. Hún var búin að missa eina telpu og svo áttu 3 telpur. Svo fær hún dreng, þá er það Guðmundur og hann er prinsinn á heimilinu. Þetta kvennaleysi hans, það var bara engin nógu góð fyrir prinsinn. Og oft var hann svona, hrifinn af stelpu og kaupakonur sem voru þarna skemmtilega stúlkur og unnu vel og allt það. Nei, hún var búin að láta hann fara og gaf Guðmundi auga. Ég hef nátt kost á því fyrir löngu síðan að fara á elliheimilið. Ég veit að ég þekkir marga sem er á elliheimilinu og þeir sjást ekki eftir að fara þar inn. Já, maður kann náttúrulega mest við sig alltaf heima hjá sig, sko. Já, ég sé náttúrulega mynda ekki fyrir mér á elliheimili. Já, í fyrsta lagi þá náttúrulega ekkert nema gamalt fólk á elliheimilinu. Sumir líta bara ekkert þannig á sig. Það held ég að verið erfitt að fá að þangað. Nei, passa á þig. Var mikið umferð og fórum hægt. Ég hef stórar áhyggjur af því og ég held sko, þú veist, húsið getur ekki fokið því það blæs alls staðar í gegn.
en það gæti hrunið yfir hann. Það er allar hurðir orðnar skakkar, öll gólf orðin skökk. Þetta er orðið skelfilegt alveg. En hann fer ekki frá hóli fyrir inn í kassa, sko, við kistu. Keypti mér nýjan sígarettupakka og ákvað í leiðinni að hætta að reykja. Mjög vitulegt. Jú, það er líka mjög svona einhvern veginn típist fyrir þig samt, Karólín mín. Ég ætla ekki að hætta að reykja í dag, sko. Er hann kominn, eða? Andri minn, slaka þú á. Nú eru allir að gera eitthvað hérna. Fjórfaldur, já, hvað er það? 20, 30, 40 milljónir? Ég var að tala um að það væri 20 milljónir. 20 milljónir, já. Það myndi nú redda manni. Bjarga manni fyrir það. Já. Það myndi ekki, já. Ég er búinn að vera í þessu 35 ár og það er nú eiginlega ekki nokkuð skapað hlut sem að mér finnst að ég standa sama vígi og var fyrir 30 árum. Mér finnst að helviti hart að geta ekki lifað 500 kindum. Bara ástæðan fyrir því að ég flutti í Búðardal, sem sagt. Hún er náttúrulega bara fyrst og fremst svo að það bara margborgaði sig fyrir mig. Við erum bara í vinnu bæði tvö í Búðardal og ég á hesthús hérna og annað, þannig að megin ástæðan er náttúrulega svo að það var bara mun betra fyrir okkur. Styttra að fara í vinnuna og leikskólan og allan pakkan, sko. Þó maður sakni náttúrulega sveitarinnar. Það er náttúrulega, svona er bara lífið. Maður er náttúrulega sveitur, sko. Það er bara þannig. Hvað segir þú? Allt gott bara. Það er alltaf Íldavélin, hún er alltaf, býður alltaf. Ja, það er nú í lagi, sko. Það er tvær hellurnar, það er tvær í lagi, sko. Já. Já. Það er endilega komið, ég held ég eigi hellur í þetta. Hellur? Já. Já, þú þarf að kíkja hvað þetta þurft að gera við þetta. Já, geta alveg verið. Okkar þarf ég að fá hjá mér.
Ég hef ekkert að gera með þetta. Frost 1 til 6 stig en sumstaðar frostlaust við ströndina, Breiðafjörður, austlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekúnd og dálítil él. Frost Síðan 1806, þá kom fórstfæðið með Sveinbjörn Jónsson úr norðan og betru. Ég fór að búa hérna á Hóli og ættin hefur búið hérna síðan. Ég sá það í gamalli jarðamannsbók 1730. Farði yfir allar jarðir með hreppnum og það vantaði á þessa jörð og hérna kannski eitthvað, en Hóll hafði allt til að bera. komst í hlaðið á hvítum hesti, þú komst með